Hvernig kviknar kvikmyndaáhuginn hjá þér? Fyndi að skuli spyrja þessu nefnilega út af því að kvikmyndaáhuginn minn byrjar mjög snemma. Byrjar ábyggilega bara sko kringum 7-8 ára þegar ég horf á Oliver Stone myndina The Doors Jim Morrison og félaga sko og Val Kilmer í aðalhlutverki og ég var mikill Doors aðdáandi. Elsti bróðir minn kenndi mér að hlusta á tónlist þegar ég var bara á ungum aldri og þegar ég sá þá mynd, ég raun og veru á þeim tíma vissi ekkert hvað var að gerast í myndinni sko og ég á það til að djóka oft með það sko að ég misskildi hvað heillaði mig við myndina sko. Þú veist að kvikmyndastíllinn sem Oliver Stone hafði notað til að túlka þessa sögu og en ég tók einhvern veginn aðra svona beygju út af lífinu. Það er við því. En það hefur bara verið stanslaust síðan þá sko. Þú veist, fjölskylda mín talar oft það sko, þú veist, þegar skóli var búinn, þá var sko slóðinn af skólatösku og sokkum og fötum og svo satt ég enda sjónvarpsins og voru að horfa á teiknimyndir eða bíómyndir sko, sama hvað það var sko. En grunaði einhvern tímann eða hugsaðir að þú myndir fara þessa leið, að fara að læra þetta eða skapa? Aldrei í lífinu mínu sko, þú veist, og einhvern veginn, raunveruleiki minn í dag var fjarstæður draumur þegar ég er 16 ára gamall sko, þú veist, það var náttúrulega átt á þeim tíma að það er sko 14 ári síðan þegar þú sagðist alltaf að gera kvikmyndir, það var svolítið bara sagt sko að viltu ekki hafa raunhæfa drauma í lífinu, þú veist, á þeim tíma var þetta svolítið þannig. Það er ekki fyrir eftir það sem þetta fyrir að vera svona stórt og miklu möguleikar í þessum iðnaði. En núna þú ert nýútskrifaður, 30. Já. Þannig að þetta er svona, þú ert komin á einhverja leið með þetta. Algjörlega. En þú fer svolítið grýtta leið kannski að þessu. Já, algjörlega sko, algjörlega. Það tók mér mjög langan tíma að uppgötva sjálfa mig og ég raun og veru að átta mig á því hvað það var sem ég vildi úr lífinu mínu sko. Þú veist, ég var rosalega týndur í mörg ár sko. Og þegar ég fer í meðferð hjá SÁÁ þegar ég er 28 ára gamall og þegar ég er búinn þar þá sit ég uppi með þá spurningu hvað ætla ég að gera öðruvísi núna. Margoft búinn að reyna og aldrei náð neinum árangri eða neitt þannig og ég spurði sjálf mig hvað ætla ég að gera öðruvísi núna í þetta skiptið og þá fór ég einmitt að hugsa tilbaka. Og mér finnst það mjög mikilvægt, ég tala oft það í dag, mjög mikilvægt að þegar fólk er í þessum aðstæðum eins og ég, að hugsa tilbaka hver þú varst fyrir allt. Og fyrir mér þá var það kvikmyndaáhugamaður, númer 1, 2 og 3, það hefur alltaf verið fylgt mér í gegnum tíðina. Þú veist, ég var sá sem var út á sjó og ég svaf freka 3 tíma á frívaktinu minni til að geta hort á eina bíómynd á henni, sko, heldur en að vera vel út hvíldur. Þannig að... Og hvernig endaru kemstu inn í kvikmyndaháskólann? Herri, það er enda líka önnur svolítið skemmtileg saga. Ég sæki í raun og veru skemmtileg saga varðandi það. Ég er að sækja á netinu og þetta var svona, þú veist, maður dílar oft við það sko, þú veist, þessa guðkomplexa og allt svona sko og þetta var svona augnablik í lífinu mínu þar sem ég fór að trúa á svolítið æðri mátt og ég er að sækja í skólann og síðan þegar ég er búinn að sækja þá kemur, þú veist, thank you for applying for Icelandic International Film School og í því augnabliki þá byrja síminn minn að hristast og þá var það sko memories á Facebook frá besta vini mínum sem dó 2011 og hann var búinn að posta upp á teiknimyndina okkar frá því í æsku á veggi minn á þessum degi akkurat fyrir einhverjum 11 árum eða eitthvað síðan sko og leið og síminn hristist og ég sé út af því að það var svolítið okkar sameiginlegt áhugamál voru kvikmyndir og svona að leið og ég sá þetta þá vissi ég einhvern veginn að hann væri með mér og að ég væri að fara að komast inn í skólann. Svo fer ég, 5 dögum eftir það, þá er hringt í mig og boðið mér í viðtal. Ég fer í viðtal í kvikmyndaskólanum og hitti það rektorinn sem þá, Hilmar Oddsson og Hrafnkell Stefánsson sem er námsstjóri núna í dag hjá þeim og ég sitt með þeim og ég láti fá svona myndir og ég á búið til sögu og segja hvað ég var að hugsa og svona og málið það að kröfur í skólan er sko stúdentspróf
og það er varla hægt að segja að ég hafi klárað grunnskólapróf, sko. Þú veist, ég man eftir því að skrifa líka við nafnið mitt á eitt prófið og síðan bara beðið eftir að tíma var búinn og farið, sko. Og þeir spyrja mig sem sagt af hverju ég hafi ekki farið í skóla eða sé ekki búinn að gera neitt síðan að ég var sem sagt 15 ára gamall, grunnskóla. Og þá kom svona annað augnablik í lífinu mínu sem ég þurfti að læra líka og það var heiðarleiki. Það var heiðarleiki og ég útskýrði fyrir þeim bara að ég hafi átt erfiða baráttu í gegnum lífið við fíkn að stríða og væri að núna, ég var búinn að vera tæpa 2 mánuði edrú, sko, og ég væri núna að reyna að breyta og sækjast eftir draumunum mínum og keyra mig á stað og sækjast eftir lífinu sem ég hef þráð alltaf frá upphafi. Og því var bara tekið svo ótrúlega fagnandi og þeir kunnu svo meta heiðarleika minn og þeir kunnu náttúrulega sköpunargleði mín rosalega mikil og ég hef gaman að segja sögur og skapa og svona. En að daginn eftir þá hringt í mig og mér boðið tækifæri á það að koma í skólan, sko, sem ég sko lofaði sjálfur mér að ég myndi ekki verða þeim til skammar eftir það, sko. Og hverju breytti þetta fyrir þig að komast þannig inn? Þetta breytti, sko, þú veist, eins og ég sagði þegar ég var með útskrifa, sko, þú veist, að skólinn varð svolítið líflína mín. Þú veist, þetta var staður þar sem, sko, ég var ekki dæmdur fyrir fortíðina mína. Þetta var staður þar sem ég var frekar fagnað til að segja sögur eða nýta innblásturinn í það að skapa eitthvað úr þessu, skilju, öllum, út af því að það er ekkert beint hægt að segja að maður sem lifði lífi eins og ég, þó maður var ekkert sá, þú veist, þótt að það er margt sem hefur getað farið verra að þetta er ekki beint fallegt líf. Þér líður aldrei vel í raun og veru þegar þú ert í stöðu og ástandi að reyna að deyfa þig, sko. Þannig líður manni aldrei vel, sko. Og loksins að geta nýtt allan þennan sársaukann og allt það í það að reyna að byrja að skapa og gera einhverja hluti og það var bara einhvern veginn, sko, tekið fagnandi, þú veist, ég þurfti að læra bara stafsetningu upp á nýtt, sko. Ég fór á handrit og leikstjórn og ég þurfti bara, þú veist, bara fyrstu skili mín voru bara allt bara stafsetningu, að laga þetta, skilja. Þú veist, ég þurfti bara, þú veist, og það var bara þannig að í gegnum 2 ár þá þurfti ég bara að senda til bekkjarbræðrana mína og fá þá til að sem sagt lesa yfir og benda mér á hvaða vitlaust skrifa hjá mér og ég þurfti að byrja að æfa það upp á nýtt. Og fannst þér það erfitt? Skammaðistu þín eitthvað fyrir í hvernig ástandi þú varst í svona? Það er náttúrulega, það er alltaf skömm. Það er alltaf skömm, sko. Þú veist, þetta er eins og, ég myndi, þú veist, í raun og veru, en þegar þú ert með eins og í hópa svona, ég lendi í ótrúlega frábærum hóp af bekkjarbræðrum, sko. Þú veist, þau voru bara öll yndisleg sem voru með mér í tíma. Kennararnir mínir bara, þú veist, þetta er guðdómlegt fólk, sko. Þú veist, bara for lack of a better word, sko. Út af því að allir voru mjög skilningsríkir. Þú veist, eina sem var krafist af mér að ég væri að reyna að gera betur. Og það var bara það sem ég krafðist líka að sjálfur mér. En jú, auðvitað er skömmin mikil, skilur, fattar þú veist. Þegar ég sendi inn handritinn eða var að fara inn að fá leikara, þá þurfti ég alltaf að afsaka skammstöfunina mína eða, þú veist, einhvað þannig, skilur. Þú veist, það er alltaf einhver skömm varðandi þetta út af því að aldrei, þú veist, í mínu litla lífi þegar ég var í íslensku í gamla daga, sko, hélt ég að ég myndi síðan vera að skrifa zombie-víkingamynd Ingólf Arnarson að rísa upp frá dauðum, skilju, sem ég er að gera í dag. Skilju, þú veist, og nú þarf ég bara að vera, þú veist, og Google og fara á bókasafnið og flétta upp Ingólfi Arnarssoni, skilju, til að læra það. En aðeins það sem þú hefur gert, þú sækir svolítið í kannski þannig heim sem þú þekkir með að gera hérna heimildamynd hann Didda. Algjörlega, sem er maður sem ég kynnist bara ég kynnist honum ekki bara í kringu 16-17 ára. Og alltaf verið mjög áhugaverður maður. Hann sagði mér frá hljómsveitinni sinni sem heimildamyndin mín er einmitt titluð eftir, Bonjour Maman. Það er hægt að finna hann á YouTube, þeir sem vilja sjá hana. Og þetta er alltaf rosa áhugaverður einstaklingur út af því að hann var nánast alla tíð sem ég þekkt hann var búinn að vera heimilislaus og hann er búinn að vera að díla við náttúrulega sín vandamál og mikla fíknvanda. En hann virtist alltaf vera jákvæður. Alltaf einhvern veginn og hress og góðu skapi og mér fannst einhvern veginn bara svona, mér langaði þegar ég fer í það, þá
segi kennarunum mínum að ég ætla að gera mynd eina heimilislausa manninn í Reykjanesbæ og sem bókstaflega heimilislaus sko, þú veist, á þessum tíma og ég vildi gera það á mannúðlegan hátt. Mér langaði að fara bara með honum og vera með honum, spjalla við hann og svona og ekki sem sagt, þú veist, það sem ég fekk mikið hrós við var kannski að þegar ég gerir myndina þá sem ég fæ kannski mesta hrósi við er sem sagt að ég var ekkert að ganga á hann með neitt þannig sko. Það var svolítið meira bara svona að spjalla við hann, hugsa hvað hann, eða sem sagt leyfa öðrum að sjá hvað hann var að hugsa sko. Sem var eins og með málið sko sem hann lýsir hann á einum tímapunkti í myndinni sem hefur legið honum mjög þungt á hjarta og það veldur alls konar umdeilum. Þar sem hann ásakaður morð. Já. Þú veist, þar að leiðandi sko haft samband við mig sko og það krafist þess að ég taki niður myndina og allt út frá því sko, þú veist, út frá þessu dæmi og ég ásakaður að vera sem sagt, að vera með sem sagt sönnunargögn af játningu á morði og ekki fara með það til lögreglunnar og það alls konar svona hlutir sko við það að gera þetta verkefni sem ég sko, þú veist, og þarna satt ég einhvern veginn upp með það að ég þurfti að taka afstöðu, skilur, ég þurfti að taka afstöðu og ég þurfti að útskýra að ég get ekki tekið myndina niður út af því að ég var í raun og veru, eina sem ég gerði sem heimildargerðarmaður var að elta hann og leyfa honum að tjá sig og tala það sem hann vildi tjá sig og mér fannst einhvern veginn rangt að vera að ætla að fara að ritskoða það allt í einu síðan og sem betur fer þá var það ekkert meira mál út af því að þetta mál var búið að vera tekið fyrir þú veist, þegar þetta gerist og þetta er skelfilegt og ég votta fjölskyldinu þannig samúðar og mér finnst ömurlegt að svona heimurinn sem við búum í dag. Eins og við vorum að ræða hérna áður sko, þú veist, það var á 3 mánaða tímabili í fyrra, það voru 5 vinir mínir sem tóku sitt eigið líf út af því að þeir sá ekki fyrir endanum á veikleikunum sínum. Þeir sá ekki fyrir endanum og það varð einhvern veginn lausnin að taka sitt eigið líf. Hversu skelfilegt það ef það ástandið sko. Og það eitthvað sem mig persónulega langar að geta breytt í þjóðfélaginu. Já, við förum kannski aðeins í þá sögu, þína sögu. Já. Byrjar ungur að drekka og neyta vímuefna. Já. Ég í raun og veru, ég ætli sé ekki í kringum 15 ára þegar ég leiddur út í vímuefni. Ég er komin út í það. Ég byrjaði að drekka mjög illa, mjög snemma. Kringum 13 ára aldur, þá voru þetta sko, þá voru bara, þú veist, þá var maður farin að bíða eftir næstu helgi og tala síðustu helgi. Það var bara orðið þannig. Svo við spyrjum nú kannski bara einmitt strax, ef þú horfir núna tilbaka, veistu einhver ástæði fyrir því? Á hverju þú byrjar svona snemma þetta, á hverju á þetta svona vel við þig? Eitthvað undirliggjandi hérna sem að... Ég held að það hafi bara verið sko ætíð einhvern veginn lítið sjálfsmat jafnvel sko. Þú veist, það fullt af svona hlutum sem eiga, þú veist, þegar þú byrjar að drekka á þetta þá allt í einu orðinn sprungin út hressi finni og skemmtilegi skiljuðu, þú veist, þegar þú varst einhvern veginn svona meira kvíðinn og ekki alveg viss sjálfa þig þegar þú varst edrú sko, þú veist, og það var auðveld lausn og síðan þetta alltaf bara á þessum tíma töffaraskapur skiljuðu. Þú veist, mér alveg sama, þú veist, sama hvað hver segir sko, þú veist, ég byrjaði ekkert að reykja sígarettur út af mér fannst það svo ógeðslega gott, ég var fárveikur eftir fyrstu sígarettuna mína ælandi út í móa en strax var hann að taka það upp skilur út af því að það var töffararnir að fara í göngustíginn að reykja skilur, þú veist, það bara þannig sko. Og hvernig þróast þetta þarna hjá þér, eins og þú segir, þú byrjar fljótlega bara að drekka hverja helgi og svo rúlar snjóboltinn einhvern veginn? Já, svo rúla boltinn nefnilega sko, þetta mjög skrítið út af því að það sem ég satt að tala með einum, ég fer svolítið mikið í sánu í Njarðvík, ég satt að tala með einum úr Njarðvíkinni og það sem honum fannst alltaf skrítnast það sem hann heyrði um mig var það að Elvar svo góður strákur. Elvar svo góður strákur, skilju, hvernig getur verið að hann hafi leiðst út í þetta sko, þú veist, og það hefur í raun og veru ekkert með þessa hlut að gera hver leiðist út í þetta sko.
Þetta er á öllum stöðum og öllum stéttum í þjóðfélaginu, það sem er þetta fíkt vandamál, þessi, mér finnst það nú lélegt orð en sjúkdómur, en þetta er sem sagt geðsjúkdómur í raun og veru, sem hann nær manni hvar sem er. Og 15 ára gamall þá er ég bara búinn að gefa upp skólagöngu og er farin að vinna bara stanslaust og bara til að eiga fyrir. Og stutt eftir það er ég nánast yfirgefi heimilið frá foreldrum mínum. Því að þau voru að skipta sér svo mikið af mér. Ég er 17 ára gamall þegar ég labba út þaðan. En ég er 17 ára gamall líka þegar ég fer í fyrstu meðferðina mína. Og þetta einhvern veginn vindir upp á sig bara svo rosalega fljótt. Áður en þú veist að þú ert með alls konar, ég ætla ekki að gera þetta. Svo allt er þetta fann að gera þetta. Ég ætla bara að reykja hass eins og var á þessi tíma og síðan allt er þetta bara að nota amfetamín. Og áður en þú veist að verður einhvern veginn bara búin að yfirtaka lífið þitt og þetta var kannski gaman og spennandi til að byrja með en síðan ertu byrjar að ljúga sjálfu þér að þetta sé ennþá gaman og spennandi. Þetta sé ennþá gaman sem er bara sjálfsblekking, ekki neitt annað, því að þú ert orðinn bara andlega og líkamlega háður efnunum. 17 ára gamall er ég búinn að fara í meðferð og 18 ára fer ég í götusmiðjuna. Þar í 3 mánuði, þá var ábyggilega besti árangurinn sem ég náði á þeim tíma og mér varst rosalega erfitt og mikil synd að það hefur lokað þeirri stofnun. Það sem var fyrir undir 21 árs. Það var fyrir unglingameðferð og þetta var rosalega gott, þetta var uppbyggjandi og hann Mummi er náttúrulega bara meistari, ljúfur, góður kall sem vildi bara hjálpa krökkunum Þannig að það var rosalega mikið synd hvernig þetta fór. En ég endist ekkert edrú, fíknin er maður ekkert búinn að átta sig á því endilega á þessum tíma hvað þetta er alvarlegt Og versta við þetta sem ég sé í dag og í raun og veru bara það var hvað þetta gerir við fjölskylduna. Það er rosalega erfitt og það sem er erfiðasta sem ég er að díla við í dag, ég fekk fyrirgefningu frá þeim leið og ég fór að ná árangri. Það erfiðasta sem ég þarf að gera í dag er að fyrirgefa sjálfum mér nánast á hverjum einasta degi hvað ég gerði fólkinu mínu. Það er það erfiðasta í þessu. Það er ábyggilega ástæðan fyrir að árangurinn er svona lítill. Árangurinn er svona lítill í þegar fólk er að fara í meðferð eitthvað svona að eina sem fólki mitt vildi að ég væri edrú og væri að gera góða hluti. Bara einhvað, það skipti ekki máli, bara ekki fá mér og gera góða hluti. Það var fyrirgefningin komin. En ég þurfti að fyrirgefa sjálfum mér yfir öllum sásökunum og allt það sem ég hef valdið þeim. Móðir mín yngdist 10 ár eftir 3 mánuði að edrúmennskunni mín. Bara þá var hún farin að sofa nætunar og hún bara var alltaf glæsilega flotta konan sem hún hefur alltaf verið, sem hún var búin að tapa út af áhyggjum af mér. Og það er einmitt þegar ég er 19 ára gamall þá ákveð ég að fara á sjóinn. Það er svona eins og ég hef sagt það má deila það hvort það hafi verið gott eða slæmt. Ég var góður í vinnunni minni, ég elskaði þessa vinnu, ég hafði mjög gaman að henni og ég var edrú alltaf þegar ég var í henni. Þannig að ég er edrú 3 vikur og síðan vikuna heima er ég allan tíman í því. Og ég er raun og veru heimilislaus frá 19 ára til 27 ára þegar ég verði edrú þegar ég kem aftur til mömmu og pappa með skottið á milli lappanna þar og er raun og veru bara heimilislaus alltaf þar á milli Býrðum borð og svo flakkarðu bara? Já, svo flakkaði bara á milli það var svona sófadýr eins og ég segja og síðan kemur að því að til að lýsa nákvæmlega hversu ástandið var orðið slæmt þá var ég það slæmur í landi að ég gat ekki mætt í 2 daga í endurmenntun hjá Slysavarnaskólanum sem var til þess að ég fekk ekki undanþágu lengur og ég mátti ekki vera á sjó. Ég fer í land, þetta eru jólin 2016, ótrúlegu tíma alltaf og ég er komin í meðferð í júní það er 2017. Hvernig varstu þá? Nei, 2015-16 segi ég er ég komin, þá hætti ég að sjó og júní 2016 er ég komin í meðferð
Þú reyndi áður að hætta. Já. Hvað var öðruvísi í þetta skipti? Í þetta skipti var sko, ég verð að segja það, ég ætla að segja bara nákvæmlega eins og þetta var sko, að þetta skipti var ég ekkert að fara að vera edrú. Þetta skipti var bara, ég er búinn að vera stanslaust á einhverju flakki og djammi og svona og eins og ég segi, bara búinn að taka rosalega mikið toll á foreldrunum á þessum tíma. Ég kem til þeirra rosalega mikið toll og ég ákvað að fara bara í 10 daga út af því að hugsunin var ekki lengra heldur en að bara borða í 10 daga í senn, skilju. Það var ekki meira en það. En inn á Vogi SOA og hjá SOA þá fer ég á sem sagt 12 spora fund og þar kveiknar einhver ljós. Það kveiknar einhver svona von og í raun og veru sko var líferni orðið leiðilegt. Það var ekki spennandi. Ég var búinn að þróa með mér sem sagt spilafíkn undanfarin 2 árin áður en ég verði edrú, bara til að fá einhverja fíkn út af því að lyfin voru hætt að gera það sem þau gerði alltaf fyrir mig og mér leiddist og ég er þannig einstaklingur sko að það versta sem gerist fyrir mig í lífinu ef mér leiðist. Þannig var ég bara komið leið að þessu. Ég var komið nóg og ég áttaði mig á því á þessu 12 spora fund og mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt og trúið mér að það var mjög erfitt að þurfa að læra og út af því að þú veist, ég hef alltaf verið sko með sterkar skoðanir og öllu og eitthvað svona og á þessu tíma sko þurfti ég að átta mig á því að skoðanir mínar skipti ekki neinu máli sko. Þú veist, ég þurfti að leggja þetta allt til hliðar og ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfum mér að ég væri búinn að sem sagt lifa lífinu á rangan hátt. Alveg, frá byrjun til grunni. Ég þurfti að byrja að æfa mig að bursta í mig tennar 2 sinnum á dag, ég þurfti að búa með rúmið mitt á morgnana, ég þurfti að læra að tala við fólk upp á nýtt sem var rosalega erfitt. Ég man eftir að hafa farið með foreldrum mínum upp í bústað sem sagt, stutt eftir að ég verði edrú, ég fyrir með foreldrum mínum upp í bústað og ég gat ekki tala neitt í yfir 48 klukkutíma út af því ég kunni ekki eiga samskipti lengur við eðlilegt fólk. Þannig ég þurfti að sitja og hlusta og átta mig á því hvernig ég get hagað mér sko, þú veist, og það hlutir sko, þú veist, þessir hlutir eru ótrúlega erfiðir. Þetta fyrir 28 ára gamla mann einhvern veginn að átta sig á því að ég er bara eins og lítið barn sko, komin á pelan aftur og byrja bara þaðan. Og eins og ég segi, rosalega særandi fyrir egoið og þessa hluti sko, þú veist. En einhvern veginn var ég bara á þeim stað að ég ætlaði að reyna þetta, þú veist. En þá daginn í dag, 2 ár pluss seinna, ég er ennþá að læra fullt af hlutum. Ég er ennþá að æfa mig í fullt af hlutum, sko. Og já, þú veist, það þarna það sem ég segi, sko, að það hafi verið öðruvísi sem breyttist í raun og veru, var það að ég sá það að það væri möguleikar í boði. Þú veist, eins og ég sagði með skólan, það var líflína mín. Og eftir að ég fekk einhvern veginn þetta tækifæri sem þau gáfu mér þannig í skólanum, sem ég verð óendanlega þakklátur bara allt mitt líf fyrir, var einhvern veginn það gaf mér von það að ég á skilið líka betra við. Að ég eigi skilið bara að fyrirgefa sjálfum mér, fyrirgefa öðrum, þú veist, og vinna því bara að verða betri maður. Það svolítið bara það sem, þú veist, hverjum einasta degi lifi ég bara í því ég var svona í gær, ég ætla að reyna að vera bara aðeins betri, sko. Hvernig get ég látið gott að mér leiða? Þegar þú hefur samband við mig varðandi að gera þetta, þá var svona, já, ok, þannig að ég möguleika á að segja söguna mína. Ég á möguleika á því að kannski þó að sé ekki nema bara einstaklingur sem heyrir að þetta sé hægt, þá var tilgangnum náð með þessu viðtali fyrir mér. Þú minntist á áðan að vinirnir hefðu endað á öðrum stað, farið aðra leið. Eru margir sem að þú þekkir sem hafa einmitt ekki komist á þennan stað? Það eru, já, í rauninni að spyrja svo sem, eru þetta ekki miklu fleiri einstaklingar en maður gerir sér grein fyrir sem eru að díla við eitthvað svona? Meiri hluti næri þess ekki, sko. Meiri hluti næri þess ekki. Og mér ekkert óhullt ennþá. Það mér ekkert óhullt ennþá. Ég þarf stanslaust að vera á verði. Ég þarf stanslaust að vera á verði og alltaf að passa mig á mínum eigin hugsunum.
Því mínar eigin hugsanir geta leitt mig út í það að gera einhver mistök, sko. Þú veist, og í raun og veru, sko, eins og ég segi, partur af því sem ég vil gera þetta viðtali afleiðing af því sem gerðist fyrra. Þú veist, í fyrra þá var ég engan veginn tilbúinn að taka á móti þessu öllum. Og þetta gerist í 5 skipti innan við 3 mánuðum og mér langar ekki að horfa upp á þetta lengur. Mér finnst þetta einhvern veginn, þetta svo mikið synd, sko. Einn af þessum strákum var einu bestu vinum mínum, þetta var sko hrókur alls fagna, sko. Þú veist. Ég bókstaflega gat legið í 12 klukkutími grenjandi úr hlátri. Hvort sem við vorum edrú eða í því, við vorum edrú líka saman oft, hann var að reyna, skilju. Ég gat legið bara í 12 klukkutíma stanslaust að vera með honum, sko. Og horfa á þetta fara svona bara, það bara með því erfiða sem maður þarf að horfa upp á í lífinu, finnst mér, sko. Hvað heldurðu eiginlega við sem samfélag, horfandi frá þínum bæjardyrum séð? Hvað getur gert betur til að hlúa að þessu unga fólki sem fetar þessa braut? Ég harður á því, sko, að Forward kemur með fræðslu. Ég mun aldrei labba neinum og segja ekki gera þetta, ekki prófa, ekki gera hitt, skilur. Það fólk á í raun og veru að vera nógu klárt að átta sig á því að það á ekki að fara út í þetta, skilur. Þú veist, en við þessi samfélag, sko, í raun og veru, fyrsta sem þarf að gera að hætta að trýta þetta eins og glæpi, sko. Þú veist, mörgum tilfellum, auðvitað sölumenn og allt það alveg hrikalegt, skilur, en í mörgum tilfellum þetta einstaklingar eins og ég, sko. Þú veist, ég meina, ég sonur foreldra minna, sko. Þú veist, ég vel upp alinn og mér var kennt hvað rétt og hvað rangt í lífinu, sko. Þú veist, enn og aftur eitt af augnablikunum, sko, það erfiðast einhvern veginn við þetta alltaf fjölskyldan. Alveg sama, þú ert alltaf einhvern sem þykir vænt um þig, sko. Og erfiðast að vita það hvað maður í vörn ýtir maður þeim í burtu frá sér, sko, eins mikið og það getur. Ég gleymi því ekki að faðir minn, sko, þú veist, hann var orðinn svo þungur á síðustu 2 árin ég varð edrú, að við áttum varla nein samskipti eða neitt þannig. Og síðan eftir að ég kem og ég fer hann á árangri og þá sitjum við saman, ég gleymi þessu augnabliki aldrei, sko. Við sitjum við saman og erum að horfa á sjónvarpið eftir. Ég er búinn að vera 2-3, ég er nýkominn inn í skólan og svona, 2-3 mánuði edrú. Og við sitjum og erum að horfa á Criminal Minds á RÚV. Og við sitjum og erum að horfa á þetta og þátturinn svona hálfnar og gamli byrjar að vera þreyttur. Hann stendur upp og hann klappar með svona hausnum. Segir góða nótt, elsku Elva minn, ég sé þig í fyrramáli. Og ég grét samfleytt í 3 klukkutíma eftir þetta augnablik út af því að ég var búinn að gleyma hversu mikið ég þurfti ást föður minns að halda. Að ég grét stanslaust, ég segi alltaf að ég þurfti að horfa á, sko, á plúsinum hvernig þeir náðu morðingjónum í þættinum, skilur, út af því ég náði mér ekki. Ég var bara með ekkana og allt það og það var alls konar svona augnablik í lífinu mínu þegar ég byrjaði að vera edrú sem ég átti mig bara á, wow, þú veist, þetta er ekki búinn að vera að ýta í burtu frá mér í 13 ár og þegar þetta var það í raun og veru það eina sem ég þráði og vantaði, sko. Það var rosalega upplífgandi að átta sig á því og fara að taka því með, þú veist, einhvern veginn með opnum örmum, sko. En að læra að vera elskaður líka, aftur. Það er rosalega erfitt. Nú lof mér að falla, vekja mikla athygli, sú kvikmynd. Þú leikur aðeins í henni, eða ekki? Já, ég kem fyrir í einu atriði mitt, sko. Kemur fyrir. En er þú búinn að sjá myndina? Ég hef ekki fengið tækifæri ennþá, ég hef ekki getið farið í bíó út af bakinu á mér, en á næstu viku er ég og konan að fara að sjá hana, sko. En þú svona veist kannski svolítið hvað þetta snýst. Já. Heldur að mynd eins og þessi, þú veist, gefur þetta rétt að mynda því hvernig ástandi ef við tökum til dæmis bara þetta samfélag hér, Reykjanesbæ, Suðurnesin. Er ástandið fólk kannski almennt veit ekkert hvernig það er? Nei, það er nefnilega, sko, það er það sem ég hef einmitt heyrt bara þessa mynd, að sko, að loksins er verið að sýna þetta eins og þetta er, sko.
þetta eru hlutir sem einstaklingar eins og við og eðlilegir einstaklingar, við lokum á einhvern veginn út af við viljum ekki trúa að það sé til. Þú veist, við viljum ekki trúa að lífið sé svona. Og mér skilst að hann nái bara að mála fullkomlega, náttúrulega Baldvin Z er bara einn svo hæfileikaríkasti sem við eigum, sko. Og yndislegu maður, alla staði, ég hef nú bara fengið tækifæri einu sinni að vera þarna með honum, kringum hann. Og maður sá það einhvern veginn bara sko að maður sér það í gennum myndina og sér það á honum að hann vill bara segja eitthvað einlægt og fallega, þú veist, eins ljót og sagan þá vill hann segja hana eins einlægan og góðan hátt og rétta mynd af henni. Og það svolítið mikilvægt, finnst mér. Og hvernig þetta ástand? Hvernig þessi heimur? Heimurinn alltaf verri en þú getur hugsað þér, sko. Það þú veist, eins og ég segi, þú veist, í raun og veru að það sem hann sýnir í myndinni og getur þú hugsað þér 10 sinnum verra. Fullt af öðrum stöðum í landinu, sko. Þú veist, þetta rosa eigingjarn heimur. Rosalega eigingjarn heimur. Ég satt að tala við einn daginn og hann sagði við mig, sko, að hann búinn að eyða raun og veru. Þú veist, hann sagði við mig, ég vel upp alinn, ég góður strákur, en ég búinn að eyða síðustu 20 árum í það að drepa alltaf góða innra með mér. Þú veist, hversu harður og ljótur heimur þarf að lifa ef þú veist að meðvitað að þú þarf að drepa allt sem gott innan með þér til að geta þrífst í honum. Sko. Það var eitt af svona erfiðustu hlutum sem ég þurfti að heyra í henni tíðina, skilju. Þú veist, það var bara til að svala fíkninni inni út af þessu sjúkdóm í raun og veru sem við með, þá þarf það að vera tilbúin að fórna öllu siðferðinu þínu til að geta haldið því uppi. Sko. Það rosa erfitt, þú veist. Rosa erfitt að vita að fólk að gera það, skilju, til að geta haldið við fíkn út af heimurinn svo harður. Heimurinn svo harður, þú veist, það sem þú talin, þú veikur einstaklingur og þú talin glæpamaður fyrir það. Þú veist, það rosalega rangt af mínu mati að vera að, þú veist, telja svona fólk glæpamenn. Þetta rosalega veikt ástand og það þarf hjálp. Það þarf ekki að loka af frá heiminum, það þarf hjálp, það þarf að vita hver tilfinningin að fá fyrirgefningu og trúa því að ég geti það. Ég hef lent í aðstæðum þar sem ég þarf að díla við fordóma enda daginn í dag út af fortíðinni minni. Þú veist, og jafnvel fólk ekki trúað að ég hafi verið edrúinn. Þú veist, spurður, og hvað ertu hættur að drekka og allt líka? Það þú veist, sem svona sem ég finnst að vera mjög skrítin spurning, hættur að drekka og líka, þetta svona, já, þú veist, og fólk heldur sko eiturlyf, eitthvað svona, þetta svona, nei, þú veist, í raun og veru það sem ég að gera bara að flýja sjálfa mig, sko. Þú veist, ég var ekkert rosalega mikill drykkjumaður, en leið og ég átti kannski kannabis eða amfetamín, þá var ég mjög fljótur að grípa í bjórinn, skilju. Það því að ég þurfti bara að komast í burtu frá sjálfinu. Og það ekki hægt að lækna það, þú veist, ég ekkert með hreina sakaskrá, skilju. Þú veist, það ekki hægt að lækna það með að refsa mér einhvern veginn, sko. Ég þurfti hjálp, en ég þurfti líka að vera tilbúinn sjálfur að vilja hana og biðja hana. Heldur að þetta sé líka erfitt við það að hætta, þá þarftu að feysa í rauninni sjálfa þig og fortíðina og taka einhvern veginn dóm fjölskyldunar og göturnar einhvern veginn? Algjörlega. Þetta bara sko, ég lendi í sumar eins og ég sagði frá á bakinu mínu, sko, þá lendi ég fordómum frá læknum þegar ég fer að leita mér hjálpar, skilju. Þú veist, það skrifa bara með einhverja bólgu og með einhverja bólgu hérna fóðu bólguðandi og komið þér í burt, sko. Eins og ég var að koma til að sækja mér lyf sem náttúrulega bara, þú veist, út í hött út af því að ef fíkill alkohólist ætlar að fara að sækja sér lyf, þá það síðasta sem hann nennir að standa í læknir, sko. Þannig að, en ég verði að vera að trýta þetta þá til ég fór fram á það að fara í sneiðmyndatöku og svo tek ég mynda mér og þá með það slæmt brjósklos að ég komin í aðgerð 2 vikum seinna, skilju, þú veist. En ég þurfti að fara fram á það að það gert, skilju, og það alveg fram að því þá var ég bara fíkill að koma að reyna að fá lyf, skilju. Það var upplifunin mín að því, skilju. Og það fullt af svona aðstæðum sem ég kynnst einmitt varðandi út í þjóðfélaginu, þú veist, í dag. Ég gleymi aldrei, ég reyndi að sækja endurhæfingarlífeyri
sem einstaklingur sem á 11 innlagnir á Vog að baki og aðrar meðferðir og já, eins og ég segi, bara mikla fíkn og vandamál í gegnum tíðina að stríða en þá hefði ég haldið að þetta væri akkurat það sem ég ætti að sækjast í til að fá hjálp í það að koma mér að stað á þetta í lífi og mér neitað að því að ég fór í skólan. Mér í raun og veru refsað fyrir það að hafa reynt að gera eitthvað gott þar sem ég taldi að ég ætti að vera að gera sem einstaklingur, skilur, og mér fannst þetta allt svo skrítið að, með baki á mér að já, ef þú með brjósklos þá værirðu ekki labbandi inn, þannig að mér refsað fyrir að harka af mér. Ég átti að leggjast niður og fara að leika eitthvað meira til að fá þá þjónustu sem ég átti skilið, sko, og þetta upplifði ég allt svolítið svona sem pínu fordóma eins og með endurhæfingarlífinu þá áttaði ég mig á því að ok, þetta snýst ekki hvernig get ég hjálpað mér, þetta snýst hvernig get ég mögulega sleppt því að borga mér. Og mér fannst það svolítið skrítið en hins vegar upp á móti þá tók ég bara því og var mjög út í því og fór bara að vinna og svona, skiljuðu, en ég þurfti að leggja bara ekstra á mig til að geta haldið áfram með skólanum og svona, en það er ekkert allir sem í aðstæðum eins og ég að geta gert það. Það er fullt af fleiri fylgikvillum sem koma eins og þegar fólk talar cannabis sé ekki það skaðlegt, skiljuðu, svo ýtir þetta undir fullt af geðsjúkdómum sem er kannski undirliggjandi en kom ekki upp á borð fyrir þú fórst að nota cannabis daglega, skiljuðu. Það er fullt af svona afleiðingum sem fólk ekkert endilega að hugsa út í og fullt af fólki ég sem betur fer, mjög heppinn en ég fór ekki alveg skoðanir á því öllu, leitaði mér hjálp annars staðar líka til að athuga með það allt og ég sem betur fer slapp rosalega vel við það. Þannig ég díla við alkohólisma minn og ég þarf að vera stanslaust að vinna í honum og hugsa hann út af því en það er margir aðrir sem þurfa að díla við fullt af öðrum hlutum, sko. Og að standa í því sem ég þurfti að standa í 9 mánuði þegar að hlaupa fram og tilbaka með einhverja pappíra og eitthvað svona, skiljuðu, sumt fólk hefur ekki einu svona orkuna í það að komast fram úr út af þunglyndi, skiljuðu, og þarf að þessar aðstoða alltaf. Þannig að það er ekki svo auðvelt að taka skrefið og verða edrú. Nei, alls ekki, sko, og fyrir mér þá er ég, sko, ég kem á besta heimili sem mögulega hægt er að hugsa sér. Ég er fyrir þeirri blessun að eiga bestu foreldra og bestu fjölskyldu sem hægt er að hugsa sér. Og þau stóðu við baki á mér og móðir mín eftir öll þessi ár, hún gafst aldrei upp á mér. Ég var heppinn þar, sko. Það er ekki allir jafn heppnir, ég er til að varandi það. Og þetta fólk þurfum við að vera svolítið meðvituð aðstæðurnar heima fyrir og allt svoleiðis, skiljuðu. Við þurfum að vera svolítið opnar í það að vilja að hjálpa. Þetta er, sko, eins og, svo ég verð ekki of pólitískur en allt það, allar umræður og allt flóttamenn og allt svoleiðis dæmi. Þar verð ég alltaf, sko, undrandi á því út af því að er ekki númer 1, 2 og 3 að við erum að tala að hjálpa manninum. Það er ekki það sem skiptir mesta máli, að við séum góðu náungan og hjálpum fólki sem þarf að hjálpa þarna. Og svo eru deilur eitthvað svona og ég þarf alltaf að taka ákvörðun bara, mér er alveg saman hvað fólk er að segja þetta, ef einhver biður hjálp þá erum við eiginlega bara pínu skyldur sem mannkynið að hjálpa hvað við erum, sko. Alveg sama. En þegar fíkillinn, alkohólistinn er í neyslu, getur maður eitthvað gert, getur maður gripið inn í? Þar fíkillinn að finna það hjá sjálfum sér. Nú þekki ég fólk sem hefur dílað við svona, eins og kannski flestir þekki eitthvað sem dílað við svona. Og maður hugsaður einmitt, hvað gæti maður tekið símtal? Getur maður sendt skilaboð einhvern veginn þannig að fólk viti að þú sértir staðar eða hvernig virkar það? Þú veist, þar viðkomandi bara átta sig sjálfur og finna sinn botn eða? Þetta er rosalega góð spurning. Og við höfum maður hefur oft pælt í þessu, sko. Og í raun og veru er þetta, sko, það sem kallast the window of opportunity. Og hann myndast stundum myndast hann bara í einu sinni, skiljuðu. Maður veit það ekki, það fer allt eftir einstaklingum, skiljuðu. Og við sem fjölskylda og einstaklings, til dæmis, sem er veikur fíkill eitthvað svona, við þurfum að vera svolítið opinn og vera að fylgjast með þessu augnabliki, sko.
því að það alltaf þetta window of opportunity, skilju. Þetta eins og þegar ég verði edrú. Mitt window of opportunity, eins og ég segi, var mér leiddist, ég var einhvern veginn alveg bara hlutlaus, tilfinningalaus og allt, skilju, og ég bara leiddist og ég ætla að kíkja á einn tólspor. Settist niður, meðtók allt, breytti lífinu mínu frá því augnablik. Það breytti lífinu mínu. Það var bara út af að þetta var smá gluggi þarna þegar ég sat hana niðri og var að hlusta og heyra það sem var að tala að það breytist lífið mitt, skilju. Window of opportunity. Og ég myndi segja í raun og veru eina sem hægt að gera að bíða eftir og fylgjast með þessum augnablikum hjá manneskjunni sem þið þykir vænt út af því að þetta augnablik kemur og hugsanlega reynir hún að forðast eins mikið og mögulega getur á þessu augnabliki en þetta augnablik kemur og þar þurfum við að vera tilbúin að grípa það. Þannig að bara ekki gefast upp á viðkomandi? Já, alls ekki gefast upp, alls ekki gefast upp. Það þarf auðvitað skiljanlega að mynda sína fjarlægð. Þú getur ekki látið ganga á þig endalaust, sko. Þú veist, og fíkillinn, þetta sjúkdómur sjálfsraskunar, sko. Hann gerir það sem hann kemst upp með og mynda þína fjarlægð. En það oft nóg bara með því að fylgjast með, sko. Bara fylgjast með, þá sérðu það, þú finnur það. Þú finnur það alveg. Það sko ég fengi það tækifæri á því að hjálpa fólki sem mér þykir vænt og ég held ég megi nú alveg pottitt segja það og bróðir minn til dæmis besta dæmi og það var bara gluggi það var bara gluggi, augnablik sem ég greip, kom honum. Nú hann bara að nálgast 1 árið edrú, skilju, líður loksins vel í fyrsta skiptið. Það einhvern veginn, það bara með dýrmætasta sem ég hef fengið að sjá síðan hann að mér. Þú veist, burt sér frá öllum, ég hef fengið að gera ótrúlegustu hluti. Ég meina, ég gerði Stephen King stuttmynd sem bara, þú veist, partur af því ég vildi vera kvikmyndagerðarmaður er það til að hræða einhvern veginn eins og Pennywise hræddi mig þegar ég var krakki, skilju. Og að gera þetta er bara, þú veist, bara stærsta afrek í lífinu mínu. Já, þetta að spyrja út í það. Með Papsa. Já. Hvernig það er ekkert hlaupið að því að fá einmitt einhvern rétt til þess að gera, heimfæra verk eftir sjálfan Stephen King? Já, það einmitt sko, það sem kom mér á óvart er það að ég sem sagt, er að fara í áfanga í skólanum sem aðlögunar áfangi og við höfum að taka sem sagt áður útgefið efni. Það skiptir ekki máli hvort það var bók, lag, hvað sem er og vinna sem sagt handrit úr því og gera stuttmynd út frá því. Og oft notað sem sagt Edgar Allan Poe eitthvað svona sem í public domain eins og það kallast, skilju, svona opið fyrir almenning og þarf ekki að borga neitt og ég kem í skólann og ég er búinn að vera Stephen King aðdáandi bara, þú veist, eftir grunnskóla hélt ég að ég myndi aldrei þurfa að lesa aftur en ég fór að lesa í raun og veru meira út af því að ég fór að kíkja í Stephen King bækurnar, sko. Og Misery þar í uppáhaldi, sko. Og ég segi við kennara minn, Otto Geirborg, meistari, skrifa myndir eins og Ég man þig og Astropía og svona, alveg glæsilegur, svona hálfgerður lærifæðir, sem sagt. Ég segi við hann, mér langar að gera Stephen King. Og þetta sé vesinn. Og en það ábyggilega ekki hægt, þannig ég ætla að gera Edgar Allan Poe, svona dark, skilju. Og hann alveg, herru, þetta nú kannski ekki alveg eins galið og þú heldur, sko. Stephen King býður upp á stephenking.com, þá býður hann upp á Dollar Babies, sem í raun og veru það sem Frank Darabont gerði þegar hann gerir Shawshank Redemption. Og þar býður hann upp á, sem sagt, smásögur sem ekki komnar undir samning einhvers staðar annar staðar, þá býður hann fyrir kvikmyndagerðarmenn sem að læra, nemendur og svona, að geta borgað sér dollara fyrir það að æfa sig að gera aðlögunarverkefni eftir hann. Og þegar hann segir mér þetta og ég fer inn á, ég finn sem sagt Popsy sem ein uppáhaldssaga mín, smásaga mín eftir Stephen King,
þá var bara ekkert aftur snúið. Þú veist, degi seinna var ég búinn að fá mail það að þetta væri komið og fekk samninginn sendan og það var einhvern veginn svona súrrealískt þetta augnablik í lífinu að setja dollara og samning undir þetta samning í umslag og senda heim til Stephen King. Skiljum við, þú veist, það var svona bara wow, ég trúi ekki að þetta sé að gera, sko. Og síðan var ég búinn með handritið og svo bara farið að vinna í því að framleiða og ég veit sko, ég núna í dag að vinna betur í myndinni að gera hana klára fyrir Frostbite, íslenska hrollvekju myndahátíð sem á Akranesi núna 23. til 25. nóvember. Og hvað sérðu fyrir þér, hver eru næstu verkefni? Hvað langaði að afreka í kvikmyndagerðinni? Fyrsta verkefni mitt næsta ári eftir að ég er búinn að vera núna að ná mér og svona að ég ætla að gera mynd í fullri lengd á næsta ári. Það er bara næsta verkefni mitt, næsta sem ég stefna að. Hvað er hún? Hún, sko, vinnutitillinn að henni var sko, Evil Dead, Dead Snow but with Vikings. Þannig að mér langaði að gera sko, ég er mikill aðdáandi þessa mynda og mér langaði að gera Cabin in the Woods mynd og ég fór að hugsa hvað get ég gert, þú veist, íslenska Cabin in the Woods, maður er bara Ingólfur Arnarson að rísa upp sem zombie. Og fyrir að ná sér niður á einhverjum unglingskrökkum sem var að fyllir í, skilju við. Og veist. Já, bara svona basic. Já, algjörlega, sem þú veist, þetta eru svona genre-myndir, sko, sem í raun og veru, það er nánast ómögulegt að fjármagna þetta hérna á Íslandi, skilju við. Það er mjög erfitt að fjármagna þetta, en hins vegar þetta er það sem ég elska, þetta er það sem ég vill gera. Og hef mikla ástríðu fyrir því að gera hrollvekjur og skemmtilega hrollvekjur, sko. Og ég var einhvern veginn svona, mér langaði að gera þetta og mér fannst einhvern veginn, já, ég var að nota íslensku rætunar, skilur þú veist. Þannig að ég bara byrjaði að vinna af útlínunum að handrit af því. Og síðan bara næst fer það að skrifa upp handritið og svo fer maður að kasta það, sko. Síðan bara fer maður hingað og þangað að sækja fjármagn, skilur við. Það er bara. En hvað sérðu þið mitt fyrir þér? Hvað sérðu þið fyrir þér að þú eigir bara núna feril í þessum bransa? Er þetta sem þú vilt bara fást við? Það er draumurinn. Það er draumurinn og ég ætla í raun og veru að leggja allt á mig til að takast það, sko. Ég meina, þú veist, sama hvort að ferillinn minn verði sem leikstjóri, leikari, handritshöfundur eða hvað sem það er, það verður eitthvað. Ég hef jafn gaman að því að skrifa og leikstýra og ég hef að því að leika, sko. Þú veist, og alveg sama hvort það sé stórt eða lítið hlutverk, sko. Þú veist, ég meina, draumurinn væri að eiga feril eins og Bruce Campbell eða eitthvað þannig, skilju. Það er svona B-movie actor, það væri geðvikt. Þú veist, eða Sam Raimi leikstjóri, skilju. Ég myndi vilja eitthvað þannig. Það sem hún getur fengið að gera bara það sem ég finnst skemmtilegt að gera. Og njóta þess alla daga. Það er það sem þetta snýst um. Gera fjölskylduna stolta, geta eitt tíma með þeim og bara einhvern veginn að fá að blómstra sem einstaklingur. Gangi vel með það. Takk hérlega fyrir það.